Jæja, þá komið að því að byrja að skera niður balsa og samkvæmt teikningunni og við ætlum að byrja á stélinu. Hérna stélkamburinn og hliðarstýrið og samkvæmt teikningunni þá stélkamburinn búinn til úr 3 mm balsa. Það sem við sjáum hér mjög dæmigert fyrir teikningu. Það útlínan, sést náttúrulega mjög greinilega. Síðan hérna daufari strik inn á milli, sem flest hver ekkert sérstaklega bein. Þessi strik sýna hvernig liggur í balsanum. Þannig nefnilega að svona venjulegt balsaborð eins og þetta, æðarnar í því liggja alltaf eftir því endilöngu og hérna sýnt hvernig við þurfum að láta æðarnar liggja, þannig að balsinn myndi þá vera einhvern veginn svona og stykkið tekið út úr því. Síðan greinlegt að hérna eitthvað balsastykki, balsakubbur hérna niður á milli. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur af honum strax. En hér efst svona punktar. Eins og hérna séum einhvers konar skyggingu að ræða. Og það sem þetta gerir, eða sýnir, það að þessi hluti af stélinu á að vera rúnnaður. Það ekki tekið fram að frambrúnin skuli vera rúnnuð vegna þess að þannig það alltaf. En það sýnt að efri parturinn hérna eigi líka að vera rúnnaður. Það þessi punktar hér sem gera það. Síðan strik hér sem sýna hvar við ættum helst að setja lamir. Og við komum að þeim seinna þegar við erum búin að fá lamir og ætlum að festa hornið á, festa stýrið á. Hérna síðan stýrishornið sjálft. Þetta svona þær merkingar sem við þurfum að skoða þegar við ætlum að búa til svona stykki eins og þetta. Nú ætlum við að skera þennan stélflöt hér og stélkambinn hér út úr balsa og það einfaldasta væri náttúrulega bara að klippa þetta út úr teikningunni, setja það einhvern veginn á balsastykki og skera það út. En sumir vilja ekki eyðileggja teikninguna, þannig að þá þurfum við að gera eitthvað annað og það einfaldasta bara að draga þetta upp. Það að segja, við fáum okkur svona pappír, þetta venjulegur A4 pappír og við leggjum þann yfir stykki sem við ætlum að teikna og drögum í gegn. Fyrir svona venjulegan pappír eins og þennan þá sést aðeins móta fyrir í gegn því sem undir. Það ekkert rosalega skýrt og ég efast að sjáist í myndavélinni, en ég gæti dregið upp stélið hérna í gegnum svona blað. Stélflöturinn hins vegar aðeins of langur, þannig að þá þyrfti maður að fá 2 blöð og líma þau saman til þess að ná alla leiðina. Það væri líka hægt að nota svokallaðan teiknipappír og hér ég með smávegis á honum. Maður leggur hann yfir og það sést allt í gegn. Þá mjög auðvelt að teikna eftir þessum strikum hér. Til að teikna upp þá ágætt að vera með eitthvað svona teip og festa niður blaðið sem maður ætlar að teikna á. Og í þessu tilfelli, af því að
þetta er svo stórt og það er mikið af beinum línum, þá er ég hérna með reglustiku úr áli sem ég get lagt á og síðan dregið yfir. Þannig að hérna er eitt beint strik. Ég ætla að merkja hérna miðjulínuna líka. Hérna er líka beint strik. Svona reglustikur eins og þessi, eða réttskeið, er ómetanleg. Ég þarf náttúrulega að gera hérna striki þar sem að lamirnar eru. Svona. Nú veit ég hvar ég þarf að strika, hvar ég þarf að skera. Þessar endalínur hérna, það er auðvelt að draga þær upp hérna. Það er ágætt að reyna að vera nákvæmur en maður þarf ekkert endilega að gera það mjög nákvæmt. Maður getur alltaf lagað allt til seinna meir. Miðjulínan, miðjustrikið, og hérna er ég með litla stálreglustiku sem ég nota til þess að teikna það á. Svona. Nú er ég kominn með stélflötinn á blað og get skorið hann út. Nú ætla ég að skera stélið út úr balsa. Hérna er ég með 30 mm balsa og hérna er stélkamburinn sem ég tengjaði. Það er nú ljóst að hann kemst ekki allur fyrir, þannig að ég byrja bara á því að skera burt það sem ég þarf að nota. Þá er ágætt að vera með svona skermottu og ég sker sem sagt eftir strikunum sem ég bjó til áðan. Hnífurinn sem ég nota er svona brothnífur, það er blaðjárn sem hægt er að brjóta og hann er úr plasti, hræódýrt, hægt að kaupa þetta í öllum byggingavöruverslunum. Það sem er gott við þennan er að það er lás á honum hérna. Það er hægt að læsa blaðinu, maður setur það og læsir því síðan. Svona, þá hefur maður blaðið alveg til fullra afnota. Það getur ég sker ekki endilega eftir þessari brún hérna sem er rúnnað, vegna þess að ég get gert það bara á eftir. Svona, nú er þetta komið og svo er það hliðarstýrið. Og aftur sker ég rúmlega hérna.
efst. Svona. Nú tek ég balsan sem ég ætla að skera úr og legg hann hérna á skerplötuna. Nú getum við nýtt okkur það að þessi brún hérna er bein og lagt þetta bara þannig á hér. Þá þurfum við ekki að skera þessa brún. Það er ágætt að nota smávegis af teipi til þess að halda þessu niðri. Það væri líka hægt að merkja bara með penna eða einhverju, en þetta er alveg ágætt svona. Þannig að fyrsti skurðurinn er þá hér, þar sem er ekkert teip. Ég legg þetta hérna upp að blaðinu og nú er smá triks við að skera balsan. Fyrsta lagi, við rennum hnífnum frekar laust eftir. Ég er ekkert að ýta á eftir honum. Og aftur laust. Nú reyni ég að halda hnífnum, blaðinu á hnífnum, þannig að það sé lóðrétt. Og ég tek nokkra lausa skurði. Ég ýti ekki nokkuð skapaðan hluta á hnífinn, en hann sker mjög þægilega í gegnum balsan. Hérna þarf að fara aðeins beint og aftur. Ég er ekkert að gera neitt rosalega mikið, ég bara tek nokkra lausa skurði. Nú tek ég hérna neðri partinn og nú veit ég að teipið fer. Þannig að þegar ég er búinn að skera þetta þá er skapalónið laust. Þannig ég þarf að passa mig á því. Og nú aftur bara nokkra lausa skurði. Hérna er ég að skera þvert á æðarnar, þannig að ég þarf að skera mikið meira heldur en áðan. Það er ekki eins auðvelt að skera þvert á æðarnar eins og með þeim. Og þetta ætti alveg að fara að losna. Sko. Engin kraftur. Maður þarf ekki að nota neitt kraft til þess að gera þetta. Nú er einn skurður eftir og það er þessi rúnnaði hérna. Og nú fer ég bara lauslega. Bara laust. Fyrsti skurðurinn fer í gegnum pappírinn og ofan í balsan. Þannig að nú er pappírinn laus frá. Ég gæti þess vegna að tekið þetta líka vegna þess að ég er með sporið hérna. Og nú sker ég bara létt og laust. Ég ætti að geta gert þetta í svona 5 til 6 umferðum. Og ef að hnífsblaðið er nýtt, þá sker það þetta eins og ekkert sé. Nú er ég farin að skera í mottuna og þarna fór þetta. Hérna er þá stélkamburinn kominn í nokkrum einföldum skrefum. Nú ætla ég að gera hliðarstýrið. Nei, ég næði því ekki héðan. Þetta er of lítið, þannig að þá fæ ég mér bara balsa annar staðar. Nú aftur set ég frambrúnina á hliðarstýrinu á brúnina á balsanum. Lími þetta niður með teipi og geri nákvæmlega eins.
Það voru fyrstu hlutirnir hérna komnir og við þurfum að fá okkur einhvers konar box eða kassa til þess að geyma þetta í. Og hérna ég með lítinn pappakassa sem að ég get þá sett hlutina hér í og þá veit ég hvar þeir eru.